hjartalega velkomin á Stakavíkurvöll í Safamýri. Núna er að hefjast viðureign Grindavíkur og IBFF í lengjudeildinni karla. Við erum að kynna dómara leiksins. Dómar í dag er Guðgeir Einarsson og honum til aðstoðar eru Andri Rúbjörnsson og Jóhann Súbins. Það kynum við gestana frá Vestmannaeyjum. Númer 1 Jón Kristinn Elíasson, númer 2 Sigurður Arnar Magnússon, númer 3 Felix Örn Friðriksson, 5 Jón Ingason, 7 Guðjón Ernir Hrafnkelsson, 8 Vicente Martínez, 10 Sverrir Páll Hjaltestedt, 14 Arnar Breki Gunnarsson, 22 Óliver Heiðarsson, 25 fyrirlið Eyjamanna Alex Freyr Hilmarsson og númer 31 Viggo Valgeirsson. Varamenn IBF er Hjörvar Daði Arnarsson. Komið sælir kæri áhorfendur og velkomnir með okkur í Safamýrina í lengjudeildina þar sem að framundan er stór slagur Grindvíkinga og Eyjamanna töli sem hafa verið á mikilli siglingu upp á síðkastið, sérstaklega reyndar Eyjamenn og þetta segja gárangarnir að sé kallaður Steini Gunnslagurinn, feðgarnir Þorsteinn Gunnarsson og Guðjón Þorsteinsson. Já, sælverið. Og það var nú alltaf að fá hlutlausari menn í þetta verkefni en við skulum byrjaði að hlaupa yfir liðin og við byrjum á liði gestana. Þar er Jón Kristinn Elíasson í markinu sem komið Sigurður Arnar Magnússon, Felix Örn Friðriksson, Jón Ingason, Guðjón Ernir Hrafnkelsson, Vicente Valur, Sverrir Páll Hjaltestedt, Arnar Breki Gunnarsson, Óliver Heiðarsson, Alex Freyr Hilmarsson fyrirliði og Viggo Valgeirsson. Og þá að liði heimamanna í Grindavík sem að spila sína heimaleiki hér í Safamýrinni og í markinu er Aron Dagur Birnursson sem komaður Erik Valles Ramos, Einar Karl Ingvarsson fyrirliði, Simon Logi Tassapong, Nuno Maleiro, Dennis Nieblas, Hassa Jaló, Dagur Ingi Hammer Gunnarsson, Matteus Sturka, Sigurður Rúnarsson og Íon Peló. Þjálfari Grindvíkinga er Haraldur Árni Hróðmarsson og honum til aðstoðar er Marko Valdimar Stefánsson en Hermann Hreiðarsson er að sjálfsögðu þjálfari Eyjamanna og sérstaklega langar með að geta þess að sjúkraþjálfari Eyjamanna er Elías J. Friðriksson, sá trausti maður. En leikurinn fann að stað, það er blíðskapa veður hér í Safamýrinni og við höfum örugglega von á hörkuleik hér í dag og það eru Eyjamenn sem fara eftir vinstri vangi, Felix Örn Friðriksson með fyrirgjöf en hún fer aftur fyrir og það er útspark. Guðjón, hvernig leik áttu von á hérna í dag? Herðu, þetta verður mikil skemmtun. Það er náttúrulega Eyjamenn búin að vinna 2 sigra í röð og Grindavík sem leiðist, þannig að þetta verður virkilega fróðulegt og ég er að vonast eftir skemmtilegum leik. Já. IBF situr núna í 3. sæti, þeir hafa ekki tapað í 7 leikjum í röð, eins og Guðjón nefndi, búin að vinna 2 í röð og unnu Gróttu 3-0. Hér er Rángstaða, þannig Rángstaða á Eyjamenn, Eyjamenn unnu afturreikningu samfærandi í síðasta leik 3-0 og unnu þar á undan Gróttu sem byrjaði 3-0 leikur sem ég sá, þar sem að Eyjamenn voru miklu betri og hins vegar eru Grindvíkingar byrjuðu mótið svona mjög illa og það eru þjálfaraskipti. Brynjar Gunnarsson var látinn taka póka sinn og Halli Hróðmars tók við liðinu og þeir hafa sér unni Leikni og Dalvík. En í markinu 3. leikinn í röð hjá IBF er heimamaður Jón Kristinn Elíasson sem er komið mjög sterkur inn í liðið í 2 leikjum, búinn að halda markinu hreinu og þá koma Eyjamenn og það er Arnar Breki Gunnarsson og hinn stórskemmtilegi Vicente Valur sem er nú eini erlendi leikmaðurinn hjá IBF sem er frekar ónalegt en það eru 6 Eyjamenn í byrjunarliðinu og bara kjarni af strákum sem hafa verið hjá liðinu síðustu árin eins og Alex Freyr Hilmarsson og annan tímabili sem Óliver Heiðarsson er með hjá IBF, þannig að þetta er mjög skemmtilegt lið sem Hermann er að byggja upp í Eyjum en það er hérna langt yngast og þetta er vel gert og Grindvíkingar koma þessi burtu. Já.
Heiðarsson sem að grýtir þessu þarna inn. Það er ekki slæmt að hafa svona vopn í höndunum. Hann er búinn að byrja með krafti, skora meðal annars eina þrennu í sumar. Hér kemur aftur langt innkast og hér er baráttinn á teignum og hvað er ekkert dæmt. En það er Guðgeir Einarsson dómari sem að stöðva leikinn og höfuðmeiðsli og þar af leiðandi stöðvar leikinn en sá nú kannski ekki nógu vel hvernig hérna hvað gerðist en það vekur athygli að hinn 15 ára gamli leikmaður Helgi Hafsteinn hann er ekki í hópnum hjá Grindavík í dag. Kom inn á í síðasta leik og skoraði frábær innkoma í honum en hann er sérst ekki með Grindavík í dag. Já, það er náttúrulega mjög áhugavert. Hann náttúrulega var á skotskónum í síðasta leik og hérna því mátti nú bara, það var náttúrulega bara, menn heldur að hann yrði auðvitað aftur í hóp en svo er ekki og mjög áhugavert. Já, þá er það Felix og hann með sendinguna fyrir markið og hér er færi og það er Oliver og hann er með skotið og þetta er rétt fram í markinu. Fín sókn og það kemur ekki óvart að Felix Örn Friðriksson það er hans þessi sókndjarfi og frábæri vinstri bakvörður sem á A-landsleika baki þegar Heimir Hallgrímsson Eyjamaðurinn stýrði íslenska landsliðinu en þá koma Eyjamenn Sverrir er býst að drjúgur með manni bakinn þótt hann hefði mist boltan þarna frá sér þá koma Guðjón og hér er hart barist og þá kemur sendingin og Oliver og Sigurjón gerir þetta vel en áfram koma Eyjamenn Arnar Breki og Alex Freyr sem að spilaði nú með Grindavík í nokkur ár þannig að hann er að spila hérna gegn sínum gömlu félögum hann leggur tilbaka á Guðjón Erlir það eru Eyjamenn sem byrja hérna miklu betur Sigurður hann reyndar undir pressu á degi og trúmar hann út af. Nú varamannabekkurinn hjá liðunum er þannig að hjá IBF er það Hjörvar Daði Arnarsson sem er varamarkmaður og síðan er það Nökkvi Már Nökkvason, Víðir Þórðarson, Sigurður Grétar Benónýsson, Rasmus Kristjánsson, Eyþór Orri Ómarsson og Eiður Atli Rúnarsson. Og hjá Grindavík er það Ingólfur Hávarðarson sem er varamarkvörður og síðan komaði Kristoffer Konradsson, Adam Árni Róbersson snúið tilbaka eftir skelfileg meiðsli í fyrsta leiknum. Kristján Bjarmi Alexandersson sem er ungur strákur, hvað er hann fæddur 2007, nýdottinn byrjaði síðustu 4 leiki en já, og bara stóð sér mjög vel. Já. Já, Guðjón náttúrulega búinn að spila yngri flokkana með Grindavík og þekki því vel til og er núna í öðru flokki Víkings sem að mann góðan sigur hérna afturheldingu í gær. Rask heldur þá, 6-0. Já, Kristján Bjarmi er frábær leikmaður, virkilega snöggur, klókur og með eitraðan vinstrifót sem að getur búið til og valdið miklum usla. Já. Það er áhugavert að hjá IBF-liðinu að þeir eru með Viggo Valgeirsson, leikmann nr. 31 sem er hérna í liðinu, var líka í byrjunliðinu á móti Aftureldingu og efnilegur leikmaður. Já, virkilega skemmtilegur leikmaður. Ég hef aðeins kynnst honum og spilað á mótunum og hann er já, virkilega spennandi og hérna mjög teknískur og snöggur. Dagur Birnisson er í markinu síðustu árin hjá Grindavík. Lyfti boltanum hérna fram, Jón Ingarsson. Reynsluboltinn sem er líka annar fyrirverandi leikmaður Grindavíkur. Hann spilaði nú með Grindavík í, það var ekki, 2,5 sumur ef maður rétt. Og stóð sér frábærlega.
Hér kemur sending og já, Guðjón Erni gerir þetta vel. Það er rétt á undan þeim gulklædda. Það er nú bara býsta vel mætt hérna í blíðunni í Safamýrinni, fullt af fólki. En nú eru það Grindvíkingar sem ætla að taka langt engast. Þeir eru líka með þetta í sínu vopnabúri. Já, þetta er vel gert. Sigurður skallar þetta reyndar auðvitað í burtu. Ragnar og Oliver. Grindvíkingar koma boltanum eftir á Aron Dag Tryggvason. Já, það er sem verið ljós síðustu tveimur leikjum. Það snýst vel. Það er svona saman leikinn höfum á móti Leikni sem er unnu. Svona voru búin að færa sig aðeins aftar af völlinn og svona meiri skotgrónu með samt tókstu svona að halda boltanum vel innan liðsins. Og það er Felix. Algjör lykilmaður hjá IBF-liðinu. Sverrir í baráttunni, ekki þetta. Hennan karlaði betur. Og þetta er virkilega vel gert hjá Vicent Valor. Á leikinn sem ég síðan spila í IBF, þá hefur hann verið einn allra besti leikmaður liðsins. Spilar yfirleitt svona í tíunni en virðist að vera aðeins aftar af vellinum núna. Alice Freyr fyrirliði þarna djúpar á miðjunni og Eiður Atli Rúnarsson hefur nú reyndar verið þar í þessum leikjum en þessi lið það voru reyndar mæst einu sinni áður á þessu tímabili og það var áður en að Lengjudeildin hófst og það var í bikarkeppninni. Það sem að Grindvíkingar höfðu betur í hörkuleik í Eyjum sem ég sá og hérna þá virkuðu Grindvíkingarnir mjög sterkir og flottir en eins og fyrir daginn þá tekur IBF alltaf nokkra leiki að koma sér í gang. Hér er hafnbarist og brotið á Hassan Jallow. Grindvíkingar eiga aukaspyrnuna. Þess má líka geta að Sölvi Snær Ásgeirsson er á bekknum hjá Grindavík. Virkilega spennandi ungur leikmaður, fæddur 2008 og ég bið fólk að muna eftir þessu nafni. Hann þá er hann á 16. ári. Já. Og hann á baki með drengja landsliði Íslands. Já, hefur spilað 2 landsleiki, ef mig minnir rétt. 3. Já. Já. Og er ungur hafsend, stór með mikinn hraða og með mikinn markanef. Já, þið spilir nú saman hann var mikið að spila fyrir sig hjá Grindavík. Já, frábær leikmaður. Felix og fyrir. Ekki fengið neitt færi enn sem komið liðin eins og Bjarni Fel orðaði það. Bjarni Fel hitt inn í gamla daga, liðin eru að þreifa fyrir sér. Þessar fyrstu mínútur. Marko Valdimar aðstoðarþjálfari, sonur Míla Stefáns Jankovic og fyrirverandi leikmaður Grindavíkur. Kom heim núna í vetur eftir nokkur ár sem leikmaður og líka þjálfari í Noregi og er að þjálfa annan flokk Grindavíkur, var að þjálfa þá og er núna komin inn í þjálfarateymið á meistaraflokki eftir breytingarnar á dögunum og mikið efni sá þjálfari og líka spennandi að fylgjast með Halla Rómas.
mótið saman. Þetta eru sannkallær heimaklettar í vörninni, allt saman heimamenn, Jón í markinu og Jón Inga og Felix og Sigur og svo Guðjón Ernir sem hann kemur að Austfjörðum með mann rétt og hann er búinn að spila með IBF síðustu árin en orðinn grjótharður Eyjamaður, smellur vel inn í þetta, kraftmikill leikmaður eins og Hermann Hreiðarsson vill hafa þá. Jón Ingarsson stjórnar varnarleik IBF eins og hersöðingi, skipar mönnum henni allar áttir, Sigurður og Dagur í baráttunni, þannig að hann fór nú alveg mátt kannski dæma aukaspyrnu. Felix og stingur hann upp í hornið og Oliver og það er ekki Haldon að minna á en er þarna í baráttu við Núna gerir vel. Já, hér er áhorfandi mættur að segja, Ingvar Guðjónsson, Grindvíkingur og já, við erum að lýsa leiknum þegarnir. Þetta fer allt vel af stað, þetta er svolítið heimilislegt bara. Já, hver veit hvað framtíðin byrjar skautið sér. Já, dálítið á það. Það er Símon Logi og Grindvíkingar upp hægri vænginn. Svona loksins að þeir svona ná að halda boltanum aðeins innan liðsins. Og þessi sending eins fyrir Sigurunni hins vegar arfast lög og út af. Grindvíkingar er ekki að spila bara 4-3-3 eins og þeir hafa gert, eða hvað? Jú, og með Dag Inga Hammer Gunnarsson fremstan í flokki, efst upp á topp. Einar Karl er hann svona meir í hólunni eða hvað? Eyjamenn eru líka að spila 4-3-3 með Oliver og Viggo þarna sikkurum megin við Sverri. Hann er verið svolítið middur síðan hann kom og núna kemur hann aðeins inn á miðsvæðið og já, þeir eru svona aðeins að brjóta þetta upp með því að bakverðirnir séu að fara inn á miðsvæðið eins og hann tíkast nútíma fótbolta mikið. Ekki dæmda þetta, dómarinn lætur leikinn flæða vel, Ára Guðjón Ernir og Sverrir og hér kemur sendingin fyrir marki á honum, hún er alltaf föst. Guðjón Ernir gerir þetta virkilega vel, vinnur boltan og kemur honum áfram á Sverri sem á ekki góðan krossinn. Jón Inga og Dagur hann í baráttunni og Jón hefur hérna betur og eftir liggur Dagur. Það hefur vantanlega verið frekar óþægilegt. Ég vil minna fólk á að fylgst með textalýsingu Daniel Sterra inn á fótbolti.net ef að þið hafið gaman af góðri textalýsingu. Já, hann er okkar besti maður. Dagur hristi þetta af sér. En það er náttúrulega ef við myndum spóla tilbaka í tímanum, þá náttúrulega væri við stödd á Grindavíkurvelli, á besta grassvelli landsins og ásamt Hásteinsvelli. Að sjá þessi tvö frábæru lið eigast við, en hér erum við í Safamýrinni og það er bara frábært hvað Reykjavíkurborg og Víkingar hafa tekið hendur saman að gera Safamýri að vígi Grindvíkinga hér þetta sumarið, en reyndar hafa nú Grindvíkingar óskað eftir því að fá að spila einn leik á Grindavíkurvelli í sumar á grassvellinum. Það er örugglega vel mætt á hann. En það er allavega verið að halda honum við og slá og svona. Já, það væri náttúrulega alveg... Það væri draumurinn að spila. Það væri algjör draumur. Já, vel gert.
fram og það er Viggo og tekur bolta niður. Það gerir Viggo þessi efnilegi strákur og hér kemur skoti frá Felix. Dennis Nieblas og aftur fyrir hornspyrna. Það er Viggo sem að tekur hann. Er hann ekki fæddur 2006? Jú, já. Hann er fæddur 2006 og svo næst og þú rakst auðvitað í það að hann er langingstur í IBF-liði. Já, næst yngstur er Eyþór sem er 2003, fæddur 2003. Og hann er sáur á bekknum. Viggo með hornspyrnuna og þetta er frábær hornspyrna, Grindvíkingar í vandræðum þarna en tekst nú að koma þessi burtu á síðustu stundu. Það var Jón Kristín Elíasson sem er búinn að halda markinu hreinu í alla þær mínútur sem hann hefur spilað í sumar. Og hér er Oliver og þetta gerir hann vel en sóknir Eyjamanna miklu skeinuhættari og líklegir til að skila árangri en þetta er innkast sem heimamenn eiga. Það er Nuno Bernacard og leikmaður nummer 30 Ion Perejo sem að mínu viti hefur komið gríðarlega sterkur inn. Það er virkilega skemmtilegur leikmaður, lítill og snöggur og góð með boltan eins og er hann ekki Spánverji, eins og ekta Spánverji. Jú. Minnir mann dálítið á Gavi í Barcelona. Akkurat. Lágan þyngdarpunkt. Akkurat. Það var Oliver. Það gerir hann. Hann snýr við. Gríðarlega fljótur og öflugur og þetta gerir hann virkilega vel og Sverrir og hann er segur og býðir nú við. Hér kemur síðan skotið að fyrirgjöfin og Aron er að verja þetta var það Oliver sem átti skotið sýndist með og hér, já, Viggo nær ekki boltanum og hér er dæmd aukaspyrna. En fjölgar á vellinum, það er bara að vera uppselt í stúkuna sínum spyr. Það er svo mikið vel mætt. Mikil stemning hér og frábært veður í Safamýrinni, eða Sambamýrinni eins og sem vilja kalla hann. Já, og það eru náttúrulega svona Grindavíkur umgjörð á leiknum. Við hefum komið glæsileg markatabla og svo er náttúrulega auglýsingaskilti sem maður er vanur að sjá á Grindavíkurvelli sem eru hérna hringinn í kringum Safamýravöll eða Stakkavíkurvöll eins og hann heiti núna. Þetta er glæsilega gert og hér kemur sendingin Sigurður skallar þetta á Einar Karl og hann er með mislukka skot og Perello og hann er með skotið og þetta fer í þverslána á að verða á yfir. Þetta var fín sókn hjá Grindavík. Já, fínasta sókn og við sjáum hérna frábæra tilburði hjá honum Nuno í vinstri bakvörðunum sem er að spila sinn fyrsta byrjunarliðsleik á þessu tímabili. Hann einmitt kom inn á í bikarleiknum á móti IBF einmitt og hreimið mjög en hann, eins og ég segi, hann er búinn að vera glíma við meiðsli meira og minna en hann er öflugur leikmaður, það fer ekkert að milli mála. Já, góð pressa hjá Degi og Eyjamenn hann í vandræðum aftast. Og það er nú ekki lága innkasti núna. En Dagur með mann í bakkinu, gerir þetta vel. Eyjamenn snúa vörn í sókn. Það er tækifæri á skyndisókn og Sverrir hér inn að stinga þarna boltanum. Inn á Viggo og hér er Oliver og hann er gríðarlega fljótur og hann hirði boltan af varnarmannum. Hvað kemur Oliver? Hann er komin upp endamörkun. Hér kemur sendingi fyrir markið en hann er Viggo, engi mættur að klára þetta hann við marklínuna og þá er það Felix. Og Felix með hægri og hann er með hörkuskot en þetta er rétt framhjá. Vel gert af Felix. En náttúrulega örfættur en þetta gerði hann vel. Já, hefur verið þekktur fyrir frábæra fyrirgjafir og hefur spilað bæði vinstri og hægri bakvörður með IBF.
Já, fyrri hálfleikur hálfnaður og markalaust, engin svona opinn færi lítið dagsins ljós nema kannski rétt hérna áðan eftir hans brett hjá Oliver. En hér er Sigurður spilaði bara fyrir hlutina af mótinu með IPVF í fyrra í bestu deildinni því hann fór í nám til Bandaríkjanna og kom svo bara í upphafi þessa móts aftur og virka bara í góðu standi. Þetta spilna, brotið á Viggo. Og svo náttúrulega þetta skot í slána, ekki glemma því, frá Ion Perejo. Þeim sending upp í hornið. Frábært að kjá. Það var vel gert. Arnar Breki og býðum við hér er Viggo að búið að flagga rangstöðu. Já, það var Vicent Valor sem átti sendinguna, reyndar mjög lítið borið á hana núna. En eins og leiknum mútið Gróttu sem ég sá, þá var hann einhvern veginn allt í öllu í sóknarleik Eyjamanna. Og hafðu verið óheppnir í 5 leikjum þar á undan þess að gera jafntefli en hins vegar hefur varnarleikur liðsins verið mjög þéttur og góður. Brotið á Jóni Ingasyni og það var bara spurning hvenær það myndi nú opnast einhverja flóðgáttir hinum megin og þeir fara nú að skora. Þeir reyndar einhver urmul að færum, bæði á móti Gróttu og afturheldingu og tókst að nýta 3 þeirra í báðum þeim leikjum og skoruðu 3-0, unnu 3-0 báða leikina. Felix, Jón tekur vantarlega eitthvað langan með sinn frábæra vinstri fót. Upp í hornið þar er Alex í baráttu við Dennis Nieblas. Eyjamenn eiga engastið, fljótur að taka þetta. Kannski einum of. Einan Karl. Sigurður. Sterkur úr Perejo. Einan Karl. Nei, það sér hérna boltanum. Einan Karl hefur verið að vaksa í síðustu leikjum. Frábæra leik á móti Leikni. Já, og virkar í mjög góðu standi. Já. Það var að Grindavík. Það verður svo. Sigurjón. Dæma. Eru leikir í Lengjudeildinni. Það er áhugaverður grannaslagur sem hófst á sama tíma þar sem Keflavík og Njarðvík mætast. Njarðvíkingar náttúrulega toppliði í deildinni en Keflavík er þegar komið yfir 1-0. Síðan er líka Leiknir og Þróttur og afturhelding Fjölnir. Eyjamenn eiga engastið. Svo er líka Grótta ÍR Dalvík Reynir gegn Þór. Það er umferð í Lengjudeildinni. Jón Inga. Oliver, Sverrir. Sverrir kemur boltanum út. Lítið á þessu. Niður og hérna sjáum við hvað hann er öflugur þessi. Já, virkilega vel gert hjá Vicent Valor og
Sendingi fyrir markið frá Arnari Brega. Svo vinnalega. Aron ekkert að flýta sér. Róar þetta niður. Og reynir síðan að koma þessi bara í spil. Já, Aron Dagur með betri markmönnum deildarinnar og meiddist í upphaf móts og þar sem að Ingólfur Hávarðarson leysti hann af hólmi í 2 umferðir en hann kominn aftur í markið. Já, Ingólfur efnilegur markmaður, fæddur 2005 og hann á eftir að verða aðalmarkur ykkur aðra langt og líður. Já, ég get nú bara bókað það, hann frábær. Líðunum við, hér engin aukaspyrna, hér Oliver. Og hvað gerir Oliver? Og hann með skot og hann skorar! Og Grindvíkingar eru mjög ósáttir. Vilja meina að Oliver hafi verið brotlegur. En erfitt að sjá, Grindvíkingar eru mjög ósáttir, mótmæla þessu við Guðgeir Einarsson dómara, en Eyjamenn náttúrulega kampakátir og allt inni var bara Oliver rétt sloppinn í gegn. En býðum með, hér fer Guðgeir dómari og ræða við aðstoðardómarann. Það er náttúrulega ekkert VAR á Íslandi frekar en fyrir daginn. Býðum við. Jú, kannski var bara VAR eftir alls saman því að hann að dæma markið af. Eftir að hafa ráðfarið við aðstoðardómarann að þá dæmir hann aukaspyrnu eftir alls saman, eða var, ég veit ekki hvort það var rangstæð aukaspyrna en það hlýtur að vera rangstæð. Eða hvað, ég skal ekkert það segja. Mér sýnist þetta hafi verið aukaspyrna. Já, væntanlega þetta bara aukaspyrna. Þetta var stórundarlegt. En það var aðstoðardómarinn sem að hafði ekki flaggað, ég tók ekki eftir því og allt í einu snýr hann dómnum við og það er bara 0-0 áfram gagg. Já, en virkilega vel tekið hjá Oliveri Heiðarsinni. Klárar þetta bara og ekkert að flýta sér. En uppskera ekki mark. Nei, áfram heldur fjörið. Já, kemur ekkert óvart að myndi færast aðeins meiri harka og meira fjör í leikinn. Já, valla búin að sleppa orðinu. Nú eru Grindvíkingar mjög ósáttir. Hermann Hreiðarsson aðeins að æsa sig þarna á bekk Eyjamanna. Já. Eins og honum einum í lagið kannski. Það kemur ekkert óvart. En já, það væri verið áhugavert að sjá endursýningu á þessu marki. Og ef Guðjón Sveinsson getur bjargað því, þá lætur við vita og við rennum þessu aftur í gegn. Þetta var mjög áhugavert. Þú voru bara að kalla á mig svo ekki sjá skjáinni. Hér er aukaspyrna sem að IB var fær lengst út af velli. Og einhverjum aðeins Guðjón með biðum eftir aukaspyrnunni. Grindvíkingar fylla teginn og aukaspyrna sem að kemur lengst utan á velli. Já, hér kemur Pereira með hana og Eyjamenn koma þessi í burtu og við fylgjum hornspyrnuna eftir og svo fáum við að sjá endursýningu á þessu marki sem var dæmt af. Góða vel, segir Guðjón í endursýningunni, en þú metur það bara, Guðjón, hvort við viljum enda þessu loftið ekki. Látum við bara vita. En það er hornspyrna, það er Pereira sem að tekur fyrir Grindavík. Rúmlega hálftími liðinn. Hann allt í öllu í förstu leikadröfum. Já, góður spyrnumaður og það er inn á teginn og það er mark! Grindvíkingar eru komnir yfir eftir þessa hornspyrnu. Og er það ekki Dennis Nieblas sem skorar? Jú, það er Dennis Nieblas með frábærum skalla og frábær bolti frá Íon. Já, Ían Pereira með stóðsendinguna. Þetta fór bara þarna við markteigs línuna og hann er frábær skallamaður. Hann
Skoraði líka eftir fast leikatriði á móti Leikni og já. En þú sem gamall markmaður, verður ekki að setja spurningamerki við markmann Eyjamanna? Já, hann var búið að, þetta var svona klessuhorn, það voru svo margir, þannig að hann átti lítinn möguleika því að komast út í boltan. Jón Kristín. Ég ætla ekki að skrifa þetta á hann, en þetta var bara frábær aukaspyrna og Dennis Nieblas bara... Mark Grindavíkur skoraði leikmaður með 16. Já, kannski frábær skallamaður. Frábær skalli, en markmaður ver annan markmann sem kannski gömul sögðan í. Já, það hittir alveg naglan á höfuðið. Þetta glæsilega gert. Já, Vicent Valor, Oliver, sendi fyrir markið. En Sigurjón vel staðsettur eins og fyrir daginn. Guðjón Ernir í baráttunni. Hér brotið á honum. Daniel Darri vinnur okkar hérna fótbolti.net. Ég var nú með tilgátt að það hefði verið hérna rangstaða. Hann segir að þetta sé rangstaða. Og kemur aukaspyrnan og Aron Dagur út úr markinu. Og kemur honum hérna í leik nú tækifæri fyrir Grindavík að sækja það. Grindavík sem að færa innkastið. En við vissi boltan frá sér. Þarna voru tæpir á því en hann kemur þessu fram. Sigurður, Alex Freyr. Já, baráttunni Sigurjón. Já, Grindvíkingar eru heldur betur að hressast eftir að hafa svona lent frekar í baráttunni. Sayalo og Erik Valles Ramos. Nú kemur sendingin upp í hornið. Nei, full bjarsýn. En þetta heldur betur sviptingar að Guðjón. Já, við sjáum að Grindvíkingar, það hefur komið, þeir hafa fengið talsverðan kraft eftir þetta mark hjá þeim, en voru heppnir með að hérna markið hjá Eyjamönnum var dæmt af. Heldur betur. Eyjamenn eru kaldir henni í öftustu línu og eru tæpir. Stálheppnir. Ætli Hermann Hreiðarsson leggi upp með þessu. Vill spila djarfan fótbolta. Og það kemur Felix og hann með sendinguna fyrir markið. Frábær sending en enginn á fjær. Það sem að mörkin koma, ekki? Jú, þú segir nú alltaf mig að vera mættur á fjarstöngina. Ég nú ekkert oft mættur en þegar ég mæti þá uppsker ég stundum mark. Já. Aron með útsparkið. Felix og Klaugangur. Perejo var að mála hjá Fram í fyrra ef ég man þetta rétt. Já, kom til þeirra á miðju tímabili. Já, og býðin hér í Perejo í skotfæri og hann með hörku skot og ekki bara annað skot hjá Grindvíkingur sem eru eiginlega svona bara heldur betur að sækja þessi veðrið. Jón skallar þetta í burtu og Sigurjón yfirvegaður. Dagur með mann í bakkinu. Jón kemur þessi burtu.
Þetta er hörkuslagur. En það eru Grindvíkingar sem eru yfir. 1-0. Einar Karl. Það er boltan aftur. Fyrirliðarnir megast við, Alex Freyr hefur betur. Og Viggo nær þessum ekki. Þessi burtu í róleheimum og byggja uppsóknina aftur. Grindvíkingar. Pereyó. Nuno tilbaka, rúlla boltan upp eftir línu. Eyjamenn bakka bara með sitt lið aftur af völlinn. Við sjáum að Grindvíkingar byggja upp í 4 manna varnarlínu og ýta bakvörðunum sínum hátt upp. Og Ian Pereyó er mikið fyrir að fá boltan í lappir og dregur sig oft niður. Já. Sigurður gerir þetta vel. Hér kemur Sverrir. Hvað gerir Sverrir? Hann er rangstæður, já. Hann er rangstæður. Skemmtileg sending. Já, það var það Símon. Hvað gerir Símon? Harðarspretti. 2 varnarmenn Eyjamenn komnir og Símon situr hann yfir hægri fótinn og Jón Ingason er lætur mann og annan að heyra það. Já, Suðurnes eina von. Símon Logi Tassapong gerir ekki nægilega vel í þessari stöðu. Hefðum viljað fá betri bolta frá honum. Já, hann hafði alveg tækifæri til þess. En það er hornspyrna sem að Einar Karl fyrirliði tekur. Og taka alltaf stutt, Pereyó og hann aftur út á Einar Karl. Og þá kemur sendingin fyrir markið. Og hér fer boltinn af Viggo Sindismér og aftur fyrir. Nú er það hornspyrna. Við fengum nú mark í leikinn þegar að hornspyrna kom þarna megin frá. Það er Pereyó sem skokkar á vettvang og ekkert að flýta sér. Nei. 5 mínútur eftir að fyrir áleik og Grindvíkingar í góðri stöðu. Leikjudildin er gríðarlega jöfn og spennandi ár, svona óvæntar miklar sviptingar einhvern veginn og allt á hvolfi. Hér kemur hornspyrnan, ekki skóða áðan og við komum aðeins í burtu. Til að mynda Njarðvíkingar skuli vera efstir, það því átti engin von á undir stjórn eiginmannsins Gunnars Þorvaldssonar. Þeim var spá falli og eru svo efstir í deildinni en eins og ég nefndi þá, þetta er vel gert, þá eru þeir að spila við Keflavík og þar er Keflavík að vinna ennþá 1-0. Pereyó. Róla boltanum bara aftur og Grindvíkingar byrja. Já, við sjáum að bakverðirnir, eins og hann nefndir áðan hjá Grindavík, fara mjög hátt upp á völlinn. Já, og Nuno er meira að segja mættur aðeins inn á miðjuna. Já. Alex. Þetta er nú, nei, hann lætur þetta bara flæða. Dómarinn, Sigurður. Sigurður. Jón. Guðjón Ernir. Oliver. Þetta er spil af heimunum en þarna hefði nú Arnar Bryggi átt að gera henni spilur og það rættist úr þessu og það er hornspyrna sem heimumenn eiga og nú er markamínútan svo 43. runnin upp. Nú vel við hæfi að Eyjamenn skori núna. Já, taka þetta stutt. Þá kemur sendingi fyrir og Grindvíkingar Símon Logi skallar til burtu. Felix. Og Valur með sendinguna. Sverrir aftur. Það er endan í þetta. Jú, heimamenn koma þessi burtu. Dagur býður upp til aðstoðinni.
Hassan Jallo, Dagur Ingi, Símon vantilega rangstæður. Já, það er búið að veifa rangstæður. Alvöru þungaöktarmiðja í dag. Alex Freyr gegn Íslandsmeistara og bikarmeistara Grindvíkinga, ekki satt? Jú. Einari Karl. Já, hann kom Fyrir var meistari með Stjörnunni. Nei, með Val og var hann ekki líka eitt ár í Stjörnunni. Felix. Þessi bolti farin aftur fyrir. Það er önnur hornspyrna sem að heimamenn eiga. Tækifæri fyrir Eyjamenn að jafna metin eftir allt drama hérna sem er í gangi fyrir hálfleik. Viggo sýnist með taka þetta. Þetta eru fína spyrnur hjá honum og hér kemur skallinn aftur fyrir og þetta rann út í sandinn. Já, markið sem Dennis Nieblas skoraði á 34. mínútur skilur liðin að. Þessi lið mættust síðast í deildinni fyrir ekkert, já, það var í bestu deildinni, síðan 2 ár þar á undan, þannig að það er 4 ár síðan þeir mættust. Já, það er alltaf dálítið flókinn leikur fyrir mig og fleiri. Ég sit nú bara meira í stúkunni en held með báðum liðum. Já, ég fekk einmitt einn annar sem að áörugglega erfitt með að horfa á hana leik, Gunnar Þorsteinsson. Fekk skilaboð frá honum áðan, hann horfir frá New York. Já. Alex. Já, kemur boltanum hérna út á Guðjón og Guðjón fyrirgefa stöðu. Fer illa með hana. Það er Valur sem að gera þetta frábærlega. Guðjón aftur. Og Sverrir. Hvað gerir Sverrir? Og hann er með skotið og það er yfir markið. Já. Valgeir var þarna. Eða Viggo Valgeirsson hann var þarna fyrir aftan hann og í raun og veru fínu fari. En uppbótartíminn, já, það voru þarna einhver meiðsli áðan, þetta er kannski 2 mínútur eða eitthvað slíkt. Já, það verður brátt flautað á lok fyrri hálfleiks og þetta hefur verið hnífjafnt en Eyjamenn kannski verið aðeins betri þrátt fyrir að vera 1-0 undir. Já, svona heilt yfir hafa það verið svona líklegri sko. En mark úr förstu laukadri skilur liðin að. Símon Logi, þegar hann kemst á ferðina þá er hann gríðarlega fljótur. Þetta er ástæða. Sá það hérna úr blaðamannaskýrinu. Já, Dagur Ingi Hammer Gunnarsson fyrir innan. Já, hann á það til að vera rangstæður. Já, hann dansar á línunni, svo sönnum sendir Sæmir. Og hann kom Eyjamenn síðasti séns hjá þeim að fara að jafna fyrir hálfleik. Já, Sæmir aukaspyrnu. Þetta er síðasti séns Eyjamanna til að skora fyrir Eyjamönnum svona hagnaðinn en nýttist hann ekki og þeir fá aukaspyrnuna. Já, það er Vicent Valur stendur hérna og við boltan og Alex. Það er allt Grindavíkurliðið komið aftur að verjast þessu. Enda agalegt að fá mark á sig á þessum tímapunkti. Já, ef það er einhvern veginn versti tíminn til að fá þessi mark þá er það líklegast réttur í hálfleik. Valur með sendinguna, hún er ekki nóg góð og Aron grípur þetta örugglega, það var bara innanlega. Aron liggur þarna ekkert að flýta sér.
Svona súmur þetta upp, Guðjón, svona fyrir hálfleikinn. Já, Eyjamenn hafa verið, eins og þú sagðir áðan, líklegri flest allan leikinn en Grindavík hefur fengið svona einhverja kafla þar sem að þeir hafa spilað ágætlega og hérna Skora mark og áttu sláa skot, má ekki glemma því líka. einmitt. Ion Perejo hefur verið allt í öllu í sóknarleik Grindavíkur í þessum fyrri hálfleik. 4 mínútur í uppbótartíma og en þá tækifæri fyrir IBF að jafna eða drífa sig upp völlinn. Sigurður. Já, hann breyki sem var náttúrulega á Alex. Alor. Guðjón Ernir bakvörður. Já. Nei, þetta var vel gert að byrja á þetta. Gult spjald á Alex Frey. Nú alveg óþarfi. Já, en hann stoppar þarna skyndisókn og þetta kalla ég professional brot. Tekur á sig gult spjald fyrir liðið. Já. Nú vonaði sig ekki á 3 gulum, þá var hann í banni. Næsta leik. Svo sumir. Já. Fjóra mínúturnar sem voru gefnar upp eru liðnar en það tækifæri hér fyrir Grindavík að bæta við öðru marki. Guðjón skal þetta í burtu en hér flautar Guðgeir Einarsson dómarinn til loka fyrri hálfleiks þar sem staðan 1-0 Grindavík í vil gegn IBV. Frábær fyrri hálfleikur, skemmtilegur, mikið drama og fullt af umdeildum atvikum eins og vera ber en við ætlum að draga okkur í hlé og komum síðan með seinni hálfleikinn eftir það byrja stunda fjórðung svo farið ekki langt. Staðan á öðrum völlum svo að í leik Keflavíkur og Njarðvík staðan 1-0 Keflavík.
hálfleikur að byrja, þannig að þetta að setjast niður og hvetja liðið áfram. Komið sælir nýggjar áhorfendur, staðan hér 1-0 fyrir Grindavík að IBVF í Lengjudeildinni í hálfleik, seinni hálfleikur framundan í blíðunni hér í Safamýrinni þar sem er frábær mæting á völlinn fullt af Eyjamönnum. Strákar hérna úr þriðja flokki IBVF sem voru að spila hérna í borginni í dag undir stjórn Óskars Sóeka og fullt af Grindvíkingum. Það eru íþróttirnar sem að sameina Grindvíkinga í þessar erfiðu aðstæður. Þessi leikur er í 9. umferð í Lengjudeildinni en reyndar eiga Grindvíkingar einn leik til góða. Leik við Þór var frestað en IBVF í 3. sæti fyrir þessa 9. umferð með 13 stig. Grindavík í 7. sæti með 10 en náðu þeir að vinna Þór þá farið þeir upp að hlið Eyjamönnum. Og seinni hálfleikur er hafinn og það eru Grindvíkingar sem að spila hérna í átt að íþróttahúsinu í Safamýri en Eyjamenn hérna í áttina að Kringlunni. Það er aukaspyrna sem að Grindvíkingar eiga. Já, IBVF unnið 3 leiki, gert 4 jafntefli og reyndar aðeins tapað einum. Og hér kemur sendingin inn á tegin en býðum við, það er einhver breyting í liði Eyjamanna, er það ekki? Jú, ég sá að þeir voru að undirbúa hana. Sigurður er komið með fyrirliðabandið. Já, við þurfum að finna út úr því hver er hann komin inn á. Getur það verið hann lánsmaður frá já, það er Eiður Atli Rúnarsson sem er komin inn á hjá IBVF fyrir Alex Frey fyrirliða. Já, ætli Alex Freyr hafi verið eitthvað tæpur fyrir leikinn. Það gæti verið sko. Þetta er aukaspyrna á Felix. Rikard klaufaregt. Já, þetta er breytingin. Það er engin breyting á liði heimamanna. Eitt gult spjald komið í leikinn við Sent Valur. Það er aukaspyrna. Það er Perejo sem að eins og fyrir daginn, allt í öllu í sóknarleika Grindvíkinga. Það kemur aukaspyrna frá honum, nær ekki yfir fyrstu menn. Já, virkilega slæm spyrna en Grindvíkingar alltaf áfram með að halda knettinum. Eiður Atli Rúnarsson sem kom inn á er lánsmaður frá HK, kom bara korterið fyrir mót í raðir Eyjamanna. Hér liggur Sverrir hjá IBVF. En já, þetta er það er slæmt fyrir IBVF að missa Alex Frey Hilmarsson fyrirliða velli gegn sínu gömlu félögum í Grindavík. Hann er algjör lykilmaður í liðinu. Já, og mikil stemning ríkir hérna í Safamýrinni. Við sjáum stuðningsmenn IBVFs með
með trommur og læti en stinningskaldi hvergi sjáanlegur. Nei, við auglýsum hér með eftir stinningskalda. Við viljum ekki bara hafa það í körfunni, við viljum hafa það líka í fótboltanum, rífa upp stemninguna. Sigurður gerir þetta vel og hann tekur hérna sprettinn. Þetta aukaspyrna og já, það gult spjald á loft hjá Grindavík. Já, og mikið unga stráka með kvíðaklippingu hérna í stúkunni. Það einmitt Costa Blanca ferð hjá þriðaflokksstrákunum í Grindavík, skilst mér. Já, þeir eru allir búin að aflita hárið sitt. Þeir eru svona auðþekkjanlegir og meira að segja Smári Jökull, fararstjóri, Eyjamaður, sem við hittum á hann er meira að segja búin að láta alveg þessi líka. Já, þú ert ekki eini hlutleysi maðurinn hérna. Nei. Smári, mikill Eyjamaður og Grindvíkingur. Já, hann Arnar Breki náði ekki að gera sér mat úr þessu. Já, Sigurður. Já, þetta er vel gert hjá Vicente. Engin aukaspyrna. Engin aukaspyrna, Vicente. Nei, hann er ekki að tengja þarna við Viggo. Sigurjón kvenkar sér hérna. Þetta er Sigurjón Rúnar sem liggur í valnum. Já. Virðist eitthvað. Hann virðist hafa missi. Þeir kalla hérna strax inn á sjúkraþjálfara. Lendi í einhverjum í hörðu návíi við Oliver Heiðars að mér sýndist. Það er eða Viggo. Já. Eyjamenn eru nú með efnilegasta varnarmann landsins á bekknum, Sölva Snæ Ásgeirsson. Hoppaði þarna inn fyrir það. Já, ég held að hann myndi gera það með prýði en þeir eru með marga unga og efnilega stráka eins og Kristján Berma Alexandersson einnig og mér sýnist Adam Ægir vera að gera sig tilbúinn á bekk Grindvíkinga. Hann var með stóðsendingu í síðasta leik á Helga Hafstein í 3-1 sigri Grindvíkinga á Dalvík Reyni. Já, Adam Árni Róbers. Já, fyrirgefðu, Adam Árni, ekki Adam Ægir. Hann hérna kom frá Þrótti Vogum. Já, einmitt. Og en nú Keflvíkingur. Var langmarkaðistur í liði Þróttara í fyrra. Já. En hérna middist heila brákaðist í kinnbeini í fyrsta leika móti Fjölni, þurfti að fara út af. Hann er svona skríða tilbaka. En þá koma Eyjamenn og nú þurfa þeir að fara. Arnar Breki. Það er ekki Arnar Breki, snýr inn á völlinn. Þetta er klaufalegt og Heiður Atli misti hérna boltann og þá kemur Jón Ingarsson. Já, þetta er vel spilað hjá IBVF. Og Felix með fyrirgjöf. Beint í andlitið á honum. Jú, hann verðist eitthvað. Og enn og aftur þarf að kalla inn sjúkraþjálfara. Já, sýnist þetta ná hafa verið höfuðmeiðsli. Þannig að það er eðlilegt að kalla sjúkraþjálfara. Spilna hjá IBVF og býtum við. Hverju fer hann ekki út af? Það var að vera að hlúa að meiðslum, þannig að hann hlýtur að þurfa að fara út af. 30 sekundur. Jú, hann fer út af á endanum. Já. Það er að fara til hliðar og hinkra aðeins. Það var nú kannski óþarfa kall eftir sjúkraþjálfara. Hann virðist ekkert hafa meitt sig mikið. Það kemur hornspyrnan og Jón Ingarsson alveg æfur. Engin aukaspyrna, þarna vildi fá í tvígang aukaspyrnu. Jón Ingarsson vildi fá vítaspyrnu, vildi menna að vera brotið á sér og hér er Guðjón Ernir, hann er ösku fljótur og er eigi og líkasnákur en hinn Þristur Frumar segja það fram og Arnóður markinu og já, líka þetta örugglega.
Mér sýndist Turkus hafa komið inn á völlinn án leyfis, án leyfi dómara, en dómarinn ekkert að Það ætti að vera gult. og þarf að vesenur þessu, hann lætur leikinn vera að halda áfram. Og þá skipting. Sigurjón þarf að fara velli. Já. Og þá stígur hann væntanlega aftur í miðvörðinn. Hann stígur aftur í miðvörðinn, Erik Valles Ramos. Og það mér sýnist þetta að vera Kristófer Konráðs sem að gera sig tilbúin að koma inn á. Kristófer Konráðs að koma inn á, já. Þetta var ekki svo skipting sem að Grindvíkingar væntu. Sigur náttúrulega lykilmönnum í þessu liði. Kristófer Konráðsson fer yfir á hægri kantinn. Já, og Erik Valles droppar í miðvörðinn. Já, vel spilað, vel gert. Hann alveg stór skemmtilegur þessi leikmaður. Og hér kemur skotið frá Arnari Brekka, en beint á Aron í markinu. Já, Vincent Valor með frábæra takta. Hann var þessi bolti út af. Það svona létt uppbytun fyrir þjóðatrið hérna hjá þriðaflokksstrákunum, Eyjamönnunum hérna á hliðarlínunni. Góð stemning hérna hjá Eyjamönnum. Góð stemning. Svona viljum við hafa þetta. Aron kemur þessu fram. Það bara beint aftur. Hópnum hjá IBVF, hann Hermann Þór Ragnarsson sem búinn að skora 2 mörk í 2 leikjum eftir að hann kom inn sem varamaður í báða leikjunum móti Aftureldingu og Gróttu og skoraði þeim báðum. Hann var í námi í Bandaríkjunum í vetur og kom heim og það er skarð fyrir skildi að IBVF hafa hann ekki. Hann gríðarlega fljótur og mikill markaskorari. Aukaspyrna sem Eyjamenn eiga og nú tækifæri fyrir þá til að jafna metin. Vincent Valor tekur aukaspyrnuna. Og Vincent Valor með góða aukaspyrnu og Grindvíkingar koma þessi í burtu. Felix undir pressu frá Degi. Hvað gerir Felix? Hann komið sér í fyrirgjafarstöðu. Já, krækir hann í hornspyrnu. Þetta virkilega vel gert hjá honum. Þannig að Eyjamenn eiga hornspyrnu. Og það Viggo Valgeirsson sem tekur þessa hornspyrnu. Tekur þetta stutt, Felix rennir honum aftur á Viggo og þetta var illa farið með gott fyrirgjafa, eða góða fyrirgjafa stöðu. Já, svo sannarlega. Tíðindi frá Keflavíkurvelli því að Njarðvíkingar eru búin að jafna metin. Sá leikur hófst klukkan 6 eins og þessi leikur. Það eru nýhafnir leikir hjá Leiknis og Þróttara, líka hjá Aftureldingu og Fjölni og Gróttu og ÍR og Dalvík reynir á móti Þór, þar sem að Þórsarar eru komnir strax yfir. Oliver. Þekkir Oliver og hann með skoti, það dálítið máttlaust. Oliver komið 6 mörk í deildinni. Já, markahæsti leikmaður deildarinnar með ef að ég
er ekki að við erum að fara með rétt mál. Hér er Oliver, frábær vörn. Oliver fór þarna. Það geta gert þetta aðeins betur. Og hér er Sverrir, engin ástæða, hvað gerir Sverrir? Oliver og Heikimur fyrirgefinn og það er hornspyrna. Það er mikil pressa núna af halvu gestana. Já, það er heil umferð í Lengjudildinni í kvöld. Svona leikirnir 2:06 og hinnir 4 hefjast klukkan 19. Hófust klukkan 19:15, nýfarnir af stað, hér kemur hornspyrnan. Ég hér arðaspretti en Jón Inga stöðar þetta, gerir þetta vel. Simalogi tapar knettinum, Jón Ingason gerir vel þarna, vinnur boltan aftur og hendir í einn dajak eins og honum einum er lagið. Geggjuð sending, alveg geggjuð og Oliver og það er hornspyrna. Jón Ingason er frábær, með frábæran vinstri fót og getur fleygt honum í hinn ýmsu svæði heldur betur á samherja sína. Já, það gerist nú, hér kemur hornspyrnan. Þeir taka þetta stutt eins og fyrir daginn. Guðjón Ernir. Og hér kemur skotið frá Guðjóni Erni og þetta er önnur hornspyrna. Já, það verður nú áhugaverður leikur í Vestmannaeyjum á sundaginn þegar IBVF tekur á móti Keflavík. Hér takkar hornspyrnuna enn og aftur stutt. Hér kemur sendingi fyrir og Sigurður með skalla en þetta er yfir markið. Já, IBVF tekur á móti Keflavík. Keflvíkingum var nú spáð sigri í deildinni. Fóru nú brösulega af stað en eru nú að rétta úr kútnum. En Grindavík heimsækir hins vegar Þróttara í Laugardalinn á sunnudaginn. Á Avís vellinum. Já. Og síðan náttúrulega góðslokkahelgina, þá er IBVF Leiknir, við verðum þar, eða ég allavega. Já, við skulum sjá til hvort ég mæti þarna svæðið og teka eins inn þessar frábærir víbrur á góðslokunum. Já. Þessi frábæru góðslok. Eyjamenn kunna sko að halda partí. Já, ekki spurning. Einhver kann það, þá verður það Eyjamenn. Kildingin koma þessi burtu, þá er það Felix og hann er með skotið. Gengur ekki. Þetta hlýtur að vera aukaspyrna eða eitthvað, Nei, Guðgeir dæmir ekki aukaspyrnu. Sverrir, þetta er góð pressa, Sverrir lítur upp. Fyrirgefinn, aðeins meiri gæði þarna á síðastu þriðjunginni á IBVF. Guðjón Ernir, Oliver. Hér er Oliver. Flotta sendingu en Aron. Öryggið uppmálaði markinu. Já, þessar sendingar hjá Eyjamönnum hafa verið nánast undantekningarlaust allt of innarlega fyrir En ef maður spáð fyrir leikinn þá hefur maður svona náttúrulega spáð jafntefli. Bæði þessi lið, þeir hafa bara tapað einu leik. Grindavík unnið 2, gert 4 jafntefli og tapað einu. Og Lengjudeildin náttúrulega jafnteflisdeildin mikla. Já. Og eiginlega alveg ómögulegt fyrir tippara að spá fyrrum. Annarkort hafa menn grætt mikið eða mjög lítið. Já. Er það ekki svoleiðis? Jú. Guðjón skallar þetta. Kristoffer, Dagur í baráttunni við Sigur. Dagur er Sigur og hann er með skotið yfir markið. Já. Sigur í þessari stöðu en það er skipting hjá Grindavík. Já, Dagur notar líka með sinn mjög vel þarna en Tvöföld skipting hjá heimamönnum.
og Eyjamenn eru sömuleiðis að gera skiptingu. Já, mér sýnist þetta að vera Adam Árni og Kwame Key sem að undirbúa sig að koma inn á. Já, það nú ekkert slæmt að hafa þessa tvo til dags á bekknum. Kwame Key nú búinn að vera í byrjunarliðinu í síðustu leikjum. Já, IBVF það Sverri Páll sem að koma að velli. Hassan Jallow sem að kemur að velli og hver hinn? Simon Logi kemur að velli líka eða hvað? Já, mér sýnist það. Já, hvorugur hefur einhvern veginn náð að setja mark sitt á þennan leik. Eða svoleiðis. Þeir hafa einhvern veginn ekki vaðað í færum. Nei. Nei. Og Eyjamenn gera sína breytingu. Það Sverrir Páll Hjaltested sem fer að velli og það Eyþór Orri Ómarsson, heimamaður sem kemur inn á og hann fer bara í fremstu víglínu. Jón Inga eftir á Jón Kristinn Sigurður. Já, við sáum að þetta er bara maður í manns stað. Adam Árni kemur á vinstri kantinn og Kwame Key á hægri. Já. Guðjón Ernir. Varnarleikur á Adam Árna. Æja, nú ætlar Oliver að grýta langt inn. Sigurður skallar hann aftur og hér kemur Aron út af markinu. Aron búinn að vera mjög öruggur í öllu sínum aðgerðum, grípur vel inn í, vel tímasetur útlöp sinn upp á 10. Já, eins og ég sagði áðan, hann er með betri markmönnum deildarinnar og er að sanna það í þessum leik. Já, heimamenn eiga stig. Það svona miðað við þessi lið sem að Hermann Hreiðarsson hefur verið að þjálfa eða þá hefur þetta nú verið dálítið mikill kraftafótbolti í BF, en núna finnst mér þeir hafa tekið svolítið skref fram á við. Þeir eru meira að halda boltanum innan liðsins og spila bara fínan fótbolta. Já, ég er mjög sammálaður. Þeir hafa náð nokkrum góðum spilköflum á milli sín, eins og kannski núna. Nú stórt svæði hérna fyrir Felix. Hann baneitraður í þessari stöðu. Hvað gerir Felix? Sendingin, ekki með sendingin og ekki með skotið! Og þetta frábær varsla hjá Aroni. Það var Eyþór Orri Ómarsson sem átti þetta fína skot, hornspyrna. Seinni hálfleikur það bil hálfnaður. Það Viggo. En ekki hann sem bara taka þetta. Hér kemur hornspyrnan, hún innanlega, Aron slæðir þetta í burtu. Oliver, og hvað endar nú þetta? Og Jón Inga vill fá vítaspyrnu. Guðgeir Einarsson dæmir ekki víti. Nei, hann lítið fyrir að flauta. Hér næstu því stofnir í gegn. Grindvíkingar mátti ekki miklu muna þarna og Viggo snýr við. Gerir þetta vel. Og Aron Breki. Og sendingin ekki alveg nógu góð. Já. Mikill darraðans inn í teignum á hann og Grindvíkingar fara illa með skyndisókn sem hefði getað að skila marki. Já, heldur betur. En Aron Dagur sópar þetta upp. Já. Jón Inga kallar út af. Hér mikil barátta en það Matthías Turku sem hefur hérna betur. Jón. Þetta var
skrítin sending. Eyþór á Viggo. Þessi boltan frá sér, vel gert að Degi vinnusamur sem fyrr. Reynir að stinga boltan þarna inn fyrir á Adam Árna. Já, mikill dugnaður í Degi í þessum leik. Hann hefur verið að vinna virkilega vel fyrir liðið. Já, sammála því. Emil láta boltan rúlla. Sigurður skiptinguna út til hægri á Guðjón Erni sem fyrr bakverðinni mjög hátt uppi hjá Eyjamönnum. Já, vel gert hjá Oliver. Og Oliver, nei, þetta var góð tilraun hjá Vicente. Þarna er líklega brot en dómarinn lætur leikinn halda áfram. Vicente aftur. Þór gerir þetta vel. Felix. Já. Komið það í gulflötu. Heimamenn. Turkus. Kwameki. Kwameki er fljótur. Kwameki hættir við skotið. Er nú bara betur látið vaða þetta sjálfur og þá komið Eyjamönnum að sækja hratt. Það er svona frekar fálið eða fram á við eins og staðan er núna og þessi sending ekki nógu góð. Oliver þarna í baráttunni og þeir liggja tveir í valnum hann eftir hann. Já, þessi leikur hefur þróast mikið, þetta er mikið fram og tilbaka þessa stundina. Já. Menn kannski orðnir smá þreyttir og þá fjölgar mistökunum og því fleiri skyndisóknir. Já, þeir sem horfir þá horfa fram á þriðja sigur Grindvíkinga í röð. Kwameki var nú á skotskónum í síðasta leik á móti Dalvík Reyni. Áhugavert að sjá hann á bekknum en Dagur lítur upp. Kwameki ógnar með hraða sínum og krafti. Það var nokkuð skæri en það kom lítið út úr þessu. Þá ætla heimamenn að hlaða hérna í langt innkast. Já, og á meðan þá sýnist mér Kristján Bjarmi Alexandersson vera að undirbúa sig að koma inn á. Já, hann er komið með krampa þarna vinstri bakvörðurinn. Já, Kristján hefur verið í byrjunarliðinu síðustu 4 leiki en núna kom inn fyrir hann í byrjunarliðið í þessum leik og er farinn aðeins að hérna krenka sér þarna. Já, dálítið hægagangi hjá heimamönnum. Kwameki en þá kom Eyjamönnum þessi yfirburður hérna í seinni hálfleik og raun og veru allan leikinn hafa ekki skilað neinu fyrir þá. Aron Dagur búinn að vera einfaldlega frábær í markinu hjá Grindavík og varnarleikur liðsins bara með miklum ágætum. Já, maður heyrðu. Býðu nú við, Kwameki, hvað gerir Kwameki? Hann er að flagga, hann er rangstæður. Já, maður hefði haldið að varnarleikurinn hefði eitthvað myndi kannski versna aðeins þegar mikilvægasti leikmaður Grindavíkur Sigurjón Rúnarsson meiddist og þurfti að fara af velli en þeir hafa bara haldið áfram að spila góðan varnarleik. Já, og hér er tækifæri, Oliver Heiðarsson, Oliver með sendingu, hún er ekki góð og hér kemur skotið og þetta var dauða tækifæri fyrir IBF til að jafna metin. Þarna fóruður illa með þetta. Já, hérna hér. Já,
Kristján, hinn ungi efnilegi, kemur inn á. Og hann bara búið með mjólkursýrurnar í dag. Og Eyjamenn gera líka eina breytingu við Þorvarðarsson að koma inn á fyrir. Núna farin út af, Kristján kemur inn á. Kristján Bjarmi, þetta heimamaður í húð og hár. Og byttu nú við. Já, og Kristján Bjarmi kom inn á, en hann með hann einhvern eyrnalöku eitthvað, hann gerst ekki alveg strax. Hann smá töffari, þessi drengur. Víðir Þorvarðarsson, gamli refurinn sem að, já, kom inn, sem að tók hann skóna aftur fyrir þetta tímabil eftir að hafa verið hættur í 2 eða 3 ár. Já, og öllum til mikillar gleði að hann hafi tekið skóna fram aftur. Já, það eru mörk í honum. Það vantar einhvern sem að getur slúta núna hjá IBVF. Ekki, það gerir hann vel. Já, Einar Karl vissi þennan út af. Víðir. En það nú hérna sturdu staðreynd sem að ekki margir vita. En búningar beggja liðana, fyrirmyndar en þeim hjá sama félagin í enska boltanum. Þetta svona spurning dagsins, opinn fyrir áhorfendur geta sendt mér skilaboð. Víðir með frábært skot! Frábær markvarsla hjá Aroni, en ekki tókst innum að fylgja þessu eftir, en þarna var Víðir fljótur að láta sig kveða. Já, ég meina, hann náttúrulega með frábæra löpp og sýnir þarna gæðu og fleira með þessu skoti, en Aron Dagur verið virkilega vel. Enn og aftur, Aron Dagur að koma að Grindavík til bjargar, já. Þeir sem vita svarið við spurningunni, hvaða lið í enska boltanum er fyrirmyndin af búningum beggja liða, hvítur búningur, gulur búningur. Þeir senda skilaboð. Þetta veit ég ekki. Nei. Þú kannski tilkynnir þetta í lok leiks. Já, það er hægt að googla og fylgjast með. En ég er samt ekki viss að þetta fáist með Google. En þetta hef ég persónlega frá fyrrverandi formanni IBVF og fyrrverandi formanni Grindavíkur. Gríðarlega spennandi, þannig að fylgjast með. Ég mun upplýsa hvaða lið þetta er hér í lok leiks. Já, við hinn bíðum spennt. Já, Oliver, þetta var bara boltinn og Oliver er að fá þetta gult spjald. Nei, nú er þetta bara komið í tóma vitleysu. Adam Árni hendir Oliveri niður þarna, ítir honum. Oliver misti þarna alveg stjórnarskapið sínu, mótlátti fyrir töðunar á honum. En þetta er nú gult spjald að báða held ég, sé nú ekkert meiri það. Áhorfendur hérna í kringum okkur hafa gaman að. Já, alltaf gaman að fá smá hita í svona skemmtilega leiki. Oliver Heiðarsson fær gult spjald. Já. Og er ekki bara gult að báða, eða hvað? Sýnist að, já, Adam Árni fær gult spjald fyrir að hrinda honum niður hérna. Hver er það sem liggur hérna? Þetta er, mér sýnist þetta að vera Ion Perejo. Já. Það þarf að kalla inn sjúkraþjálfara. Kemur inn á í 3. skiptið. Það er ótt að segja það að hann er að vinna vinnuna sína. Já, það er nú minna að gera hjá vinni mínum Elíasi Jörundi Friðrikssyni, sjúkraþjálfari IBVF. Já, hann hefur bara setið spakur á bekknum. Já, hann var, þegar þið voru í bestu deildinni fyrra, þá var hann í fullu starfi við að koma inn á. Enda topp náungi. Já. Já, Perejo. Það er nú þá ekki að fara út af, fyrst að hafa komið gult spjald á loft. Og Hermann Hreiðarsson búinn að kalla aðeins hérna sína leikmenn hérna að bekknum. En gaman að sjá Víðir Þorvar að komin inn á
og hann var ekki lengi að láta sig kveða. Já, óheppinn að skora ekki. Já. Þetta var, já. Þetta sprakk upp á yfirborðið núna, svona smá pirringur í gangi. Sérstaklega hjá Eyjamönnum sem eru búin að vaða í færum en ekki náða. Það er búið að vera þeirra akkilesarhæll í deildinni í sumar. Þeir skapa sér fullt af færum, eru með fljóta og öfluga leikmenn en þeir fara dálítið illa með færi sín á svona löngum köflum. Hvað með Key? Það er búin að vera þó nokkur ár á Íslandi. Þar á meðal í efstu deildinni, bestu deildinni. Missi boltan klaufalega þannig. Já, þá var það Víðir. Hvað gerir Víðir? Sendinguna hérna fyrir og Víðir þarna í pressunni. Þetta var nú kannski óþarfa brot hjá honum. Já, klaufalegt. Felix var komið með boltan og var að undirbúa sig í fyrirgefastuðu en hann brýtur á honum Turkus. Já, ég nú reynda þegar að koma með rétt svar hérna í þessa keppni. Hver svaraði því? Þannig að það rignir inn skilabóðum hérna á Messenger hjá mér og greinilega mikið verið að fylgjast með og hérna sá sem var fyrstur var engin annar en Siggi Braga, Eyjamaður, Sigurður Bragason og það er sjálfsögðu Leeds sem er fyrirmyndin af búningum beggja liða. Já, áhugavert. Já. Aðal og varabúningu Leeds. Já. Siggi Braga er með þetta allt á hreinu. Já, það var Gulli Hreins, fyrrverandi formaður Grindavíkur sem að sagði mig frá þessu og Stebbi Runolds, fyrrverandi formaður IBVF, sagði mér þetta með hvíta búningin að Leeds hefði verið fyrirmyndin. Ivan Pereyó. Kristján Bjarmi með missefnaða sendingu. Já, Guðjón. Og Siggi Braga, þú hérna, ég hitti þig í Eyjum og læti hafa verðlaun sem eru bara stórt knús. Það veitir ekki að því. Það er gaman þess að handboltastefnfræðingur er með þetta allt á hreinu. Hvað með Key? Mátni. Já. Þeir þetta vel. Þetta er aðeins fara að slitna hjá Eyjamönnum. Já, Eyjamenn konum með liðsitt kannski full aftarlega. Það eru þeir sem þurfa að sækja. Vel gert hjá Kristján, heldur honum inn á. Og er svo með sendinguna á Dag Inga. Frábær sending. Og hann skorar og kemur Grindavík í 2-0. Frábær sending hjá Kristján. Já, markið á 82. mínútu og þetta var grindvíst mark frá A til Ö. Kristján Bjarmins, ungi strákur með eitraðan sendingu inn fyrir og Dagur, já, hann afgreiddi þetta frábærlega. Já, bara frábærlega vel gert. Kristján Bjarmi bjarga boltanum þarna og kemur síðan með frábæra sendingu og Dagur klárar þetta eins og alvöru framherji og er búinn að vera mjög öflugur í þessum leik og það er mikill fögnuður hérna í stúkunni. Já, tek undir það. Dagur búinn að vera gríðarlega vinnusamur og duglegur og þetta mark kemur eins og köld vaskus að framann í IBVF Eyjamenn því að þeir voru búnir að hafa talsverða yfirburði hér í seinni hálfleik. Já, þetta var svo sem engin hammer hjá honum núna, það var ekki hammer time, þetta var mjög nett og vel gert hjá honum. Já, hann svona vippar smekklega yfir Jón, markmann IBVF og hann svona lekur inn í mark áður en að hafsendar IBVF ná að sparka honum burt. Já, mjög vel gert. Og það eru 7 mínútur
eftir af venjulegan leiktíma og Grindvíkingar komnir í 2-0 forystu. Já, þetta er 5. markið sem Dagur Ingi skorar í Löngudeildinni í sumar. Hann er farinn að skora eins og óður maður. Já. Kemur sér í toppbaráttuna gullskóinn. Vel gert hérna hjá Kristján, vann boltan af Eyjamönnum. Þá var það Adam Árni, þessi farin út af. Já, þetta er mögnuð deild. Ennþá 1-1 í Keflavík, þar sem að Granatir, Keflavík og Njarðvík eigast við. Fjölnir er komið yfir gegn afturhendingu í Mosfellsbæ, þannig að Fjölnismenn halda áfram góðu gengi sínu og Leiknir Reykjavík er að vinna Þrótt Reykjavík, þannig að Leiknismenn eru aðeins að heldur betur að rífa sig upp eftir daburt gengi. Wow! Geggjað mark! Þetta var frábært mark hjá Vicente Valur og hann kemur Eyjamönnum inn í leikinn. Glæsilegt mark og þessi strákur er einfaldlega geggjaður. Hann er frábær fótboltamaður. Já, bara virkilega vel gert. Já, hérna, og þarna átti Aron Dagur Birgðarsson ekki möguleika, smelt honum hérna út við stöng af einhverjum 25 metrum. Já, annað markið hans í Lengjudeildinni og frábært mark. Já, hérna, já, þetta þýðir að við fáum líf og fjör þessa síðustu mínútu leiksins. 5 mínútur eftir pluss uppbótartími og 2-1. Já, hérna, þetta eru hann er komið gult nú þegar en mér sýnist nú að Guðgeir ætlar nú ekki að gera neitt meira með þetta. Nei, hann hefur dæmt þennan leik virkilega vel, hefur leyft honum að flæða og það er það sem við viljum. Ekki satt? Jú, nákvæmlega. Kom reyndar upp umdeilt atvik í fyrri hálfleik þar sem að Oliver Heiðarsson slapp einn í gegn og kláraði en síðan var markið dæmt af. Já, og það er allar líkur að það hefur verið aukaspyrna en ekki ráðstæða. Býðið nú við, hér kemur Jón Kristinn út úr markinu og lendir hann í samstuð og liggur eftir. Það þýðir að dómarinn þarf að stoppa leikinn. Nei, Jón Kristinn harkar þetta af sér eða hvað. Hann fengi högg á andlitið. Já, hann stoppar leikinn. Já, Jón Kristinn staðinn á fætur. Spurning hvort hann fengi blóðnasi eða eitthvað. Kristján var ekkert að taka neitt séns, hann bara bombaði boltanum í innkast. Já. Já, hér er þá Oliver með Nei, það tekur ekkert langt tekast, hann bara tekur þetta stutt. Hann er Vicente Valur með að leika þetta er listasýning þarna og það er hornspyrna. Já, hann hefur án efa verið langbesti leikmaður Eyjamanna í dag. Já, ég er alveg sammála því. Geggjaður, tekur hornspyrnuna og hún er góð. Komið Kís kallar þetta í burtu og Guðjón Ernir rangstaða dæmt og já. Hér er allt að sjóða upp úr. Ég líkst þarna full aðgangstarður en þetta verður. Já, Ion Pereiro alltaf involveraður í þessum skemmtilega aðtökum. Já. Hann hefur gaman að því að kýtast í mönnum. Dagur bombar þessu fram, Adam Árni, Felix tekur hann niður, kemur hann bara strax fram.
Eyþór, þetta er vel spilað. Víðir, fer vantarlega yfir á hægri og... Nei, tekur hann með vinstri. Kwame Key. Einhvern veginn böðlast hann áfram. Þetta var ekkert, alveg hárrétt. Stígur bara beint inn í boltan hérna. Og Einar Karl kemur þessu út af. Já, Eyjamenn hreinlega neita að gefast upp. Þeir sækja og leitast að jöfnunarmarkinu. Já, svona með gang leiksins var það nú sanngjarnt í raun og veru í myndinu jafnametin. Og Sigurður Lúmskur skallið þarna en Aron Dagur gerir þetta virkilega vel. Það er runnin upp lokamínútan, pluss uppbótartími. Sjá hverju bæti síðan við, Dagur Kwame Key. Lætur það bara fara út af. Vinnur hérna dýrmætar sekúndur. Lítið eftir af venjulegum leiktíma. Já, með sigri fer Grindavík upp að hlið IBVF með 13 stig. Kwame Key, hann missir boltan út af. Já, Eyjamenn flýtar sér. Þetta er áhugavert. Tvö neðstu liðin í Lengjudeildinni að vinna síðan leiki, þannig að þetta er bara allt í einum hnút og svo náttúrulega er úrslitakeppni annað árið í röð. Efsta liðið fer beint upp og liðin í öðru til 5. fer í umspil, slæmsending og það náttúrulega vestramenn, þeir náttúrulega gerðu þetta í fyrra og eru núna að spjara sig í bestu deildinni. Víðir, barátunni, Felix. Kristoffer Konráds gerir þetta vel og Grindvíkingar eiga þetta einkast. Það er 9 mínútum bætt við. Já, hvorki meira né minna. Það kemur fram hérna á markatöflunni. 9 mínútum bætt við, þannig að það er nægur tími fyrir bæði lið. Bæta við mörkum sem við viljum að sjálfsögðu. Víðir, já, þetta er vel gert. Viggo finnir honum út og þá kemur Felix með fyrirgjöfina og þessi fer bara aftur fyrir og þetta er bara útspark. Ekkert að frétta þarna. Aron reykur sína menn burt, það ætlar ekkert að vera að spila neitt stutt út úr þessu skiljanlega. Og leik lokið í Keflavík, þar sem að Keflavík og Njarðvík grannarnir gerðu jafntefli 1-1. Pereyó. Og hér er Kwame Key og hann er kominn í færi og hann er með skotin og þessi leikurinn og Kwame Key er hér með vantarlega að tryggja Grindvíkingum sigur 3-1. Þarna hefði nú Jón Kristinn Elíasson markur geta gert aðeins betur. Hann lekur hérna í netið, lekur undir hann og þetta var líka bara klaufagangur þannig að miðsvæðinu hjá IBVF. Eiður allir misti boltan svona fremjá sér og nú eru stuðningsmenn Eyjamanna sjá sang sína útbreyta og yfirgefa hér leikvanginn. En vel gert hjá Grindvíkingum og eru konur 3-1. Já, frekar laust skot hjá honum Kwame Key en hann klárar þetta enga síður.
og tekur síðan okkur dansspor með honum Adami Árna. Já, Gummy Key hér að skora annan leikinn í röð og hér vantilega bara kvöld tryggja þetta. Sigurmark Grindavíkur skoraði leikmaðurinn í 77, Gummy Key. Sigurður. Já, það þarf nú að koma mark bara eittur og bingo ef að IB áfallar eiga einhvern möguleika að jafna þetta. Jón tekur vantilega einn langan, já, út á hægri vænginn. Það er Guðjón Ernir. Eyjamenn eru komnir í 3-1-6 hérna og leita að öðru marki sínu. Já, hornspyrna, það er tækifæri. Þeir taka þetta stutt. Já. Felix. Og hér kemur hendur önnur hornspyrna. Já. Vicente. Átti í skotið og hann tekur síðan hornspyrnuna. Taka þetta stutt enn og aftur. Nú er það Felix. Hvað gerir Felix? Og hann er með skotið og það er framhjá markinu. Þessi bara rúlaði beint framhjá og ekkert að frétta þetta. En gríðarlega öflugt og sterkt hjá Grindavík. Þeir eru bara búin að spila þetta mjög skynsamlega. Náttúrulega með frábæra markmann. Já. Og til að byggja upp gott lið, hvað þarf þá? Það þarf að sjálfsögðu frábæran markmann. Akkurat. Góða markmann. Þú sem gamall markmaður þekkir það best. Já, sjálfsögðu. Þetta er mantra í boltanum. Hér koma Eyjamenn. Víðir með sendinguna fyrir. Enginn hérna fjarsvæðinu. Guðjón kominn aðeins og innanlega. En er það ekki rétt sem að Grindavík hefur skorað 9 mörk í síðustu 3 leikjum? Jú, líklega. 3-1 gegn Dalvík í síðustu umferð og var það ekki 3-2 gegn Leiknismönnum í þar síðustu? Jú, það passar. Þannig að þeir eru að skora mikið undir stjórn Halla Hróðmars. Já. Og Marcos. Ekki gleyma aðalaðstöðuþjálfaranum. Já, að sjálfsögðu, frábær aðstöðuþjálfari. Besti aðstöðuþjálfari Lengjudeildarinnar. Já. Það er klárt mál. Og þjálfari annarflokks karla sömuleiðis. Já. Sem að töpuðu gegn Keflvíkingum í gærkvöldi. Já. Þetta er innkast. 3 mínútur eftir. Löng sending fram völlinn en lítið að frétta. Já, nú er þetta svona farið aðeins að hérna róast. Það er ekki nema 2 mínútur eftir og já, nánast engin von fyrir Eyjamenn. Gummy Key, markið sem hann skoraði á var 3. markið hans í Lengjudeildinni í sumar. Já, Grindvíkingar skynsamir, bara halda boltanum, hann sem eftir lifilegs innan Karl á Kristján. Adam. Nei, hann missir boltan frá sér. Það er búið að dæma. Já, Eyjamenn Já, þeir verða bara að koma sínu liði fram á völlinn. Já. Það er Víðir.
Hann með, já, þetta er bara beint í fangið á Aron Reyð. Það er bara mínútu eftir uppbútíma. Guðjón, þú farið þann heiður að velja mann leiksins. Já, þakka þér fyrir það. Sko, ég held að við verðum að gefa honum Aroni Degi í markinu. Algjörlega sammálaðir. Hann hefur bara gert allt upp á 10. Við heyrum það að hér á heimavellinum þá var verið að velja mann leiksins. Við vorum nú sekúndu undan en þeir veldu líka Aron Dag. Já. Sérst greinilega að þeir hafi fylgst vel með. Aron Dagur hefur bara gert allt upp á 10 og þessi sérfræðingarsveit sem að völdu mann leiksins, þeir hafa eitthvað, af því að það er ekki allir sem að vita markvörslu, þú ert að vita fótbolta. Þeir hafa vita markvörslu þessir. Búin að vera frábæra leiknum hann Aron, ekki stig í feilspor. Klárlega maður leiksins. Öllum sínum aðgerðum. Já. Það er Felix. Kemur sér ekki í skotfærið og þar með rennur þetta út í sandinn hjá IPVF. Og hér er fluttur til leiksloka. Það eru Grindvíkingar sem leggja IPVF að velli með 3 mörkum gegn 1. Sigurganga Grindvíkinga heldur þá áfram í síðustu leikjum en sigurganga Eyjamanna er hins vegar búin að baka aftur og eftir að hafa ekki tapað í 7 leikjum í röð þá kom að því að Eyjamenn töpuðu öðru leik sínum í sumar. Þetta þýðir að liðin eru að stigum en næstu leikir IPVF tekur á móti Keflavík í Eyjum og Grindvíkingar sækja Þrótt heim neðstali deildarinnar í næstu umferð í Laugardalinn. En við Guðjón Þorsteinsson þökkum kærlega fyrir samfylgdina í kvöld. Verið sæl. Já, takk kærlega fyrir mig.